Innanríkisráðuneytið hefur birt drög að lagafrumvarpi lögreglunám en samkvæmt því verður námið fært á háskólastig. 4 háskólar á landinu hafa lýst yfir áhuga á að taka námið að sér sem leysir þá lögregluskólan af hólmi næsta haust. Einn þeirra er Háskólinn á Akureyri. Frímann Birgir Baldursson er varaformaður Landssambands lögreglumanna og sat jafnframt í starfshóp endurskoðun á lögreglunámi. Staðan á lögregluskólanum í dag er svo að hann er 1 ár. Hann er á framhaldsskólastigi en vegna svona ýmissa þjóðfélagsbreytinga og samfélagsbreytinga hjá okkur þá hefur Landssamband lögreglumanna lagt á það ríka áherslu síðan 2008 að námið verði fært upp á háskólastig til þess að gera lögreglumenn betur svona í stakk búna til þess að takast á við þau verkefni sem samfélagið er að glíma við. Það eru komin alvarlegir tölvuglæpir, kynferðisbrota rannsóknir orðin talsverður stór hluti af málaflokki lögreglu. Núna eru komin upp alvarleg mansalsmál og þetta er bara svona þróun sem að við í Landssambandinu teljum að við þurfum að bregðast við og það er verið að gera það með þessu að auka og bæta nám lögreglumanna með því að fara með á háskólastig. Er þetta eitthvað sem hefur verið gert í nágrannalöndunum? Norðurlöndin hafa öll verið að fara yfir á þetta undanfarin ár. Norðmenn eru búin að vera lengst af með háskólanám síðan 1986 segir mann rétt. Finnar eru konir með bæði BA-nám og mastersnám. Danir eru komnir með sitt nám á háskólastig. Og Svíar eru í þessum hugleiðingum líka. Þeir eru í þessum milliskólastigi sem er svona högskólastig hjá þeim. Og þannig að við erum, og það hefur verið krafa okkar í gegnum tíðina, við fylgjum Norðurlöndunum í menntun og bara til þess eins líka að eiga þá möguleika og geta sótt framhaldsnám í þessum skólum. Sem sagt þá meistaragráður og annað. Það hefur okkur ekki staðið til boða núna. Hvaða fög eru það sem þarna bætast við sem að þínum mati eru svona þau mikilvægastu að lögreglumenn stundi? Það sem það bætast kannski ekki við mjög mörg fög en kennsluaðferðina breytast. Það er að færa námið í það að verða meira svona bara fagnám, í það að verða akademískt tengt. Að það fari þá fram rannsóknir á fræðasviði lögreglu eða semst í lögreglufræðum hér heima sem að henta þá íslensku samfélagi og því sem við þurfum að eiga við. Að geta nýtt okkur þær rannsóknir sem að verða til í háskólum til þess að bæta starfsaðferð lögreglu. Og það er það sem einn af svona stóru kostunum sem að við sjáum fram á að verði hérna hjá okkur. Er almenn samstaða þetta? Er þetta almennt eitthvað sem lögreglumenn gera kröfu að verði gert og hafa gert lengi kannski? Lögreglumenn eru allir mjög jákvæðir við þessu, mjög spenntir fyrir þessu og það hefur verið raunin undanfarin ár að lögreglumenn hafa ítrekka verið að fara í framhaldsnám í háskólum en ekki í fög sem eru tengt lögregluna því að það hefur bara ekki verið kennt hérna. Og þar af leiðandi þá höfum við líka oft mist rosalega góða lögreglumenn úr starfi út af því að þeir hafa farið í háskóla til þess að ná sér í aukna menntun en síðan að þeir eru ekki tengt starfinu þá hafa leitast við að fara í það fag sem þeir læra. Og með þessu þá held ég að þetta verði bara, nú getum við loksins farið að mennta lögreglumenn betur inn í starfið. En heldur að það að færa þetta upp á háskólastig gerir námi mögulega meira aðlaðandi fyrir aðra sem kannski hefðu þá ekki farið í þetta nám á því stigi sem það er í dag? Já, klárlega ger ég það og það eru meira sem núna og lögin eins og eru núna þau hamla til dæmis fólki sem er eldri en 40 ára að fara í nám en með þessum breytingum að þá opnast það og það er til dæmis reynsla það sem að Danmörk er þeirra reynsla því að breyta aldurstakmörkunum og segir svo að þeir voru að fá inn eldra og lífsreyndara fólk og sem var að mennta sig til þess að vera í lögreglunni og ég held að þetta verði mun meira aðlaðandi bæði þá það fer að kannski að koma eldra fólk inn, reynslu meira fólk, konur það hefur verið vandamál hjá okkur að fá konur til þess að koma í lögregluna, ég held að það komi til með að breytast
og svo fyrir utan það, nú fólk að horfa fram á það nám sem að þeir læra í lögreglunni, sem þeir fara í þá lögreglufræði, að það nýtist þeim áfram. Hvað með svona verklega hlutan, líkamlegan styrk og annað, hvaða máli skiptir það þá þegar þetta er komið á háskólastig? Það mun væntanlega ekki breytast mikið, menn þurfa að vera áfram í góðu formi og vera með líkamlegan styrk og það þá eitthvað svona, í dag þetta kennt innan skólans, menn fara í gegnum mjög strangaða þjálfun. Hún mun væntanlega einhverju leyti færast yfir á, vera þá ábyrgð nemanna sjálfa að halda sér því að ég hef inntökuskilyrðin mun væntanlega ekki breytast í lögreglunni hvað það varðar mikið. Hvar stendur þetta í dag? Það hefur einhverjum skólum verið falið að skoða það, setja þetta inn í sína námskrá. Hvar stendur þetta í dag? Nú þetta í því ferli að það ráðherra búinn að skipa verkefnisstjóra sem að vinnur að þessari færslu. Hann búinn að vera í samskiptum við 4 háskóla, það þá Bifröst, Háskólinn í Reykjavík, Háskóli Íslands og svo Háskólinn á Akureyri. Og það búið að þeir búin að skila inn sínum tillögum til verkefnisstjórans og það verður þá að vera að vinna úr því og mun væntanlega lenda síðan á menntamálaráðuneytinu að gera samning við þá einn háskóla að hýsa þetta nám og fóstra. Og þetta mjög góða tillögur og bara get sagt að það sem ég hef séð til dæmis hérna frá Akureyri, það eru mjög spennandi tillögunar og framsetningin á þeim og ég trúi því að Háskólinn á Akureyri hann gæti alveg vel gert þetta og sinnt þessu mjög vel. Hvers virði væri það að hafa þetta nám einmitt á landsbyggðinni heldur? Það bara mjög mikils virði. Í gegnum tíðina hefur reynst erfitt að fá lögreglumenn til þess að vinna út á landi og með því að til dæmis að færa nám út á landsbyggðina þá getur það þýtt að það verður mun auðveldara fyrir fólk í heimabyggð, sérstaklega með því fyrirkomulagi sem hérna á Akureyri með þessa fjarnámskennslu að það verður mun auðveldara kannski fyrir fólk í heimabyggð sem vill vinna heima á sínu svæði en getur eitthvað hluta vegna ekki farið af heimasvæðinu út til Reykjavíkur í lengri tíma til þess að læra. Þetta gefur þeim þá tækifæri til þess að sækja námið og þá væntanlega vinna á sínu heimasvæði í framtíðinni eftir útskrift. Hvenær má vænta niðurstöðu úr þessu? Hvenær fá að vita hvaða skóli tekur við náminu? Það hlýtur nú bara að vera á næstu vikum. Því að tíminn líður hratt á að byrja að kenna þetta haustið 2016 og háskólanir, sá skóli sem myndi þá fá námið til sín, hann þarf að undirbúa sig þannig að ég hef trú á því að það verður bara á næstu vikum sem þetta verður ákveðið.